Áfram höldum við í föstudagsþætti N4 sem að tekið upp í Syðri Straumsfirði á Grænlandi. Árni Gunnarsson, framkvæmdastjóri Flugfélags Íslands, þið eru sem sagt rétt nýbyrjuð að fljúga hingað. Já, við byrjuðum hérna í sumar og þetta er okkar 50 áfangastaður og við höfum verið á undanförnum árum, sérstaklega á undanförnum áratug, verið að vaxa mjög hér á Grænlandi. Vorum svo á Austur-Grænlandi, höfum verið að fljúga þangað alveg með ferðamenn síðan 1957. En hér á vesturströndinni og svona hérna vestan og norðan á Grænlandi, þar erum við búin að færa okkur svolítið upp á skaftið svona frá 2006-07. Þá hefum við flug til Nuuk, höfuðstaðarins. Svo komum við seinna 2009 til Ilulissat og svo núna í sumar, þá erum við að bæta við þessum áfangastað, en til viðbótar við hann höfum við verið að fljúga á Narsarsuaq líka í Suður-Grænlandi, gamlar Íslendingaslóðir þar. Maður svo sem ég spyr sig af hverju þið ekki löngu byrjað að fljúga hingað því að hér er jú stærsti flugvöllur Grænlands. En þetta er kannski staður sem er einmitt ekki hefðbundinn áfangastaður ferðamanna, hefur ekki verið það í gegnum tíðina, heldur frekar verið þannig að þetta hefur svona tengimiðstöð fyrir ferðamenn og fyrir farþega hér í gegnum Grænland. En við sjáum tækifæri í þessu stað hérna sem áfangastað. Ekki bara tengistað, heldur áfangastað fyrir ferðamenn og það er þess vegna sem við komum hingað ekki fyrir núna. Aðri staðir sem við höfum verið að fara á, eins og Narsarsuaq, eins og Kulusuk, eins og Ilulissat, þeir eru miklu þekktari sem ferðamannastaðir. Við höfum verið þar, eins og ég sagði áðan, í áratugum sumaði. Og þetta er svona, þrátt fyrir að vera svona mikið flug hérna, þá er þetta ekki svona hefðbundinn áfangastaður ferðamanna. Þess vegna erum við að reyna að byggja hann upp og byrjum í sumar og sjáum hvert það leiðir okkur. Hvers konar fólk er það sem að kaupi sér Grænlandsferðir? Það er ansi breið flóra af fólki. Það er bæði, auðvitað sérstaklega fólk að leita að náttúruupplifun eins og við þekkjum frá Íslandi. En hér er náttúruupplifun kannski ennþá meiri heldur en kannski á Íslandi. Hér er líka fólk að fara í miklar jöklagöngur. Hér er svona fólk sem er í svona, hvað var að segja, meiri og svona meira krefjandi afþreyingu í náttúrunni, gangi yfir jökulinn, fara í kajaksiglingar og ýmislegt sem þannig að hér er svona hinn aktífi túristi, hann er að koma hingað. Aktífi ferðamaður sem vill ekki bara keyra eða vera í rútu, heldur að upplifa náttúruna sjálfur fyrir svona eigin afl. En Grænland er svona úr alfara leið og svo framvegis. Ég gerir ráð fyrir að margir sem að hingað koma, þeir eru búin að fara 14 sinnum til New York og 18 sinnum til Evrópu og svo framvegis. Jú, það er vissulega rétt og Grænland er ekki kannski svona efst á dagskráni þegar fólk er að hugsa um ferðalag erlendis. Sérstaklega kannski Íslendingar hafi gegnum tíðina, en við sjáum aukinn áhuga Íslendingar að upplifa þessa náttúru hérna. Við sjáum það líka bara almennt séð að áhuginn á því að njóta náttúrunar. Hún er ekki lengur bundin við einhvern svona lítinn afmarkaðan hóp, heldur það er svona breiður hópur fólk sem er að fara í gönguferðir. Það er að vera að ganga Laugaveginn, það er verið að ganga yfir Fimmvörðuháls, það er verið að mikil vakning í þessu meðal Íslendinga og þá þegar menn vilja upplifa síðan eitthvað nýtt, þá er Grænland virkilega staður til að upplifa eitthvað nýtt hvað þetta snertir. Þið, ég hugsið væntanlega lengra heldur bara þetta árið. Hvernig sérðu fyrir þér þá næstu árin? Er það svona svipað eins og á Íslandi að það er bara alltaf fjölgun? Já, það hefur verið vöxtur í ferðaþjónustu á Grænlandi á undanförnum árum. Við höfum frá 2006 höfum við tvöfaldað farþegafjöldan okkar hingað. Þannig að þetta hefur verið á undanförnum 10 árum, hefur við tvöfaldað farþegafjöldan. Þannig að það er töluverður vöxtur hérna og þannig að við sjáum bara áframhaldandi tækifæri því. Það eru ákveðin áskorun að vinna með þennan infrastruktúr og innviði sem eru hér. Við tölum stundum með innviðin á Íslandi að þeir séu veikir en hér er ýmislegt sem þarf líka að byggja upp þó að hér séu framúrskarandi hótel inn á milli og góðir veitingastaðir að þá er ýmislegt hér sem gerir Grænland svona meira krefjandi. Það er til dæmis ekki vegur á milli neinna tveggja bæja í Grænlandi. Það er annaðhvort að fljúga eða sigla eða ganga. Menn hafa gert það til dæmis í Suður-Grænlandi. Það er ákveðin gönguleið milli Narsarsuaq og Narsaq.
mjög skemmtileg leið, þannig að það mörg tækifæri og mögnuð upplifun að vera hér. Flugfélag Íslands keypti fyrir skömmu Bombardier-vélar sem eru að skipta út í staði fyrir Fokkerinn. Já, þær vélar, eru þær lykillinn að Grænlandsfluginu? Nei, ekki endilega þessar vélar sem við vorum að kaupa núna, heldur við keyptum fyrstu Bombardier-vélarnar okkar 2006, 200 vélarnar, 37 setta vélarnar og þær voru lykillinn að því að við gátum farið að færa hingað okkur yfir á vesturströndina. Þær geta lent á mjög stuttum flugbrautum eins og eru víða hérna í Grænlandi, eins og í Nuuk og í Ilulissat, það eru mjög stuttar flugbrautir og þessar Bombardier Q200 vélar sem við fengum okkur fyrst fyrir 10 árum síðan, þær voru lykillinn og svo fylgir núna 400 vélin á eftir og hún þjónar mjög vel að fara hingað inn á Syðri Straumfjörð til Narsarsuaq og jafnframt notum við hana líka á Kulusuk. Ég gerir ráð fyrir því að þú þekkir ágætlega til Grænlands og hefur kynnst grænlendingum. Hvers konar fólk býr hérna? Mjög vingjarnlegt fólk, ákaflega vingjarnlegt fólk, opið, tekur vel á móti þér og ber mikla virðingu fyrir náttúru sinni og því sem að hún hefur og það er mjög gott að vinna með grænlendingum og þeir eru yndisleg þjóð. Ég gerir líka ráð fyrir að maður hefur heyrt það minnst að grænlendingum afar líkt til Íslendinga. Jú, það er alveg rétt. Þeir horfa mikið til Íslendinga og Íslands og hafa svona undanförnum árum í auknum mæli verið að horfa til þess að eiga viðskipti við Íslendinga. Hefðin er svolítið mikil sú að eiga viðskipti við Danmörku, þar sem þeir eru hluti af Danmörku, en þeir vilja gjarnan hafa valkost og sjá hvaða möguleikar eru í boði á Íslandi. Ísland hefur mjög margt upp á að bjóða, bæði vörur sem við framleiðum á Íslandi og líka innflutta vörur og ef við erum að horfa til dæmis til þeirra miklu tengingar sem við höfum frá Íslandi til Vesturumhaf, til Bandaríkjanna og Kanada, þá eru þetta mun auðveldara fyrir grænlendinga að leita í gegnum Ísland heldur en að fara í gegnum Kaupmannahöfn. Þannig að þeir líta mjög til Íslands og vilja og eru opnir fyrir því að eiga meiri samskipti við Íslendinga heldur en hefur verið. Mér var eins og svo saga ef maður færi á barinn á Grænlandi og segðist vera Dani þá kannski yrði maður bara lamin, en ef maður segðist vera Íslendingur þá þyrfti maður ekkert að borga. Já, ég hef ekki upplifað að koma á barinn og segast vera Dani, en mér hefur alltaf verið vel tekið sem Íslending, það er óhætt að segja það. Ég hef alltaf upplifað það mjög jákvæð viðbrögð, hvort sem það er á barnum eða annar staðar. En fyrir okkur Íslendingana þá Grænland, við eigum að kynnast Grænlandi og grænlendingum betur heldur en við gerum í raun og veru. Ég held að það er mikill áhugi Íslendinga á að kynnast nágrönnum sínum hérna í vestri, grænlendingum. Og við viljum stuðla því og við sáum til dæmis í þessu flugi okkar hingað í sumar að það var töluverður hópur af fólki sem kom hingað og frá Íslandi og einróma viðbrögð við því voru að þetta var skemmtileg upplifun og jákvætt að hafa komið til Grænlands og kynnast hérna aðeins sínum næstu nágrönnum. Þannig að ég held að áhugi Íslendinga á Grænlandi sé stöðugt vaxandi. Segir framkvæmdastjóri Flugfélags Íslands og við höldum hér áfram frá Grænlandi rétt strax.